Reyndar kannski smá fyndið sko, ef þú spyrð með hvort ég borði SS-pylsur. Borðar ekki SS-pylsur? Jú, ég borða SS-pylsur, en ég borða annars eiginlega ekki kjöt. Ég borða ekki rautt kjöt, en ég fæ mér SS-pylsur inn á milli. Þetta ótrúlegt. Þetta samt algengt. Mér finnst mikið af fólki sem einmitt ekki svona heavy grænmetisætur eða vegan eða eitthvað, eða pescatarian og allt þetta. Það oft fær kreif í pylsu, sko. Já, en bara einhvern veginn... Partur af Íslendingum, svolítið. Já, alltaf klassísk, sko. Já. Vá. Ég heiti Benedikt Gylfason og ég tvítugur, söngvari, lagahöfundur, pródúser og hljóðmaður. Gunnar spilar á gítar og er aðallega pródúsera. Já, við segjast bara kynntumst í skóla í Stúdíó Sýrland, hljóðtækninámi og fórum byrjuðum að búa til lag saman með félag okkar sem var líka í námi þar. Og já, í rauninni höfum verið aðeins að leika okkur núna svona síðustu mánuði að búa til tónlist saman. Við Gunnar erum svona búin að vera að pæla dálítið í pródúser sem heitir Ian Kirkpatrick sem hefur pródúserað til dæmis fyrir Dua Lipa. Þannig það var svona smá væpið sem við vorum að reyna að leitast eftir í þessu lagi. Svona eitthvað Don't Start Now. Ok, nice. Smá. Hlustið á Dua Lipa eða? Já, ég ótrúlega hrifinn af tónlistinni hennar. Já. Og lagið heitir? Dansa til að gleyma þér. Dansa til að gleyma þér. Ætla að dansa, frá mér vitið. Ætla að dansa, allt of mikið því ég sé þig í nótt, en ég ekki sofa rótt. Ég dansa til að gleyma þér. Hvað það? Að dansa til að gleyma? Já, eiginlega dansa til að gleyma einhverjum ákveðinni mannesku. Ok. Og í textanum þá verið að segja svona að manni finnst maður alltaf verið að sjá manneskuna hvert sem maður fer en maður alltaf bara reyna að vera í núinu og reyna að hafa gaman án þess að hugsa manneskuna. Ok. Já, við erum held ég nokkuð sáttir svona með mest allt, það kannski aðeins að rétt svona örlítið laga og mixa kannski örlítið betur, fara betur í það. En ég segi svona hugmyndin svona nokkuð góð held ég, finnst mér sko. Ok, og fyrir fólk sem kannski ekki, hefur aldrei samið lag á ævi sinni og veit ekkert hvernig þetta virkar, hvernig svona prósessið hjá okkur? Með pylsulagið, SS-pylsulagið, þá hlustuðum við fyrst á upphaflega lagið og vorum svona að reyna að greina hljómana í því til að byggja ofan á einhvern veginn. Svo minnir mig að við höfum byrjað á taktinum, komum með eitthvað svona grunntakt og settum svo hljómana yfir. Svo fórum við að prófa alls konar hljóðfæri og sumt rattaði inn í lokaútgáfuna og annað ekki. Og svo þegar kom að því að taka upp sönginn, þá sá ég það. Þannig ég byrjaði bara á að taka upp laglínuna og sá svo að það þurfti að hljóma eins og það væri slatti af, eða þetta væri svona þykkara með fullt af bakgröddum. Þannig að ég tók bæði upp alls konar bakgræddir sem að styðja við laglínuna en svo líka svona bakgræddir sem eru svona bakvið sem hljóma eiginlega kannski bara meira eins og hljóðfæri. Mér finnst alltaf gaman. Já, einmitt. Af því að það á enginn þetta hljóðfæri nema ég. Nákvæmlega. SS-pylsur, gott að smakka SS-pylsur, gott að smakka, ó já. SS-pylsur, gott að smakka SS-pylsur, gott að smakka, ó já. SS-pylsur, gott að smakka SS-pylsur, gott að smakka, ó já. SS-pylsur, sjálfsagður réttur allra. Þetta náttúrulega, finnst mér persónulega alveg æðisleg útgáfa af SS-pylsulaginu. Þetta svona, maður skrúar niður rúðuna á bílnum sínum þegar þetta í gangi. Gætt, veist, þessi útsetning mjög næs. Hún svo svona,
hún leikur sér með að fara úr því að vera svona stór og dreymandi, verður svona þéttara og það bara eins og að manneskja sem pródúserar lagið hafi mikið vald á því formi. Það líka bara svona skemmtilega lítil quirky production element í gangi. Patarnir eru rosa fallegir í laginu, svo kemur SS-pilsustefið á svona mjög distortaðan rafmagnsgítar allt í einu. Það bara skemmtilegt að það svona, þetta frekar ófyrirsjáanlegt en samt mjög grípandi og þægilegt og áheyrilegt. Þetta er ein af 6 útgáfum SS-pilsulagsins sem þið ætlið að kjósa Í næstu umferð þáttana fáum við að heyra hvernig lokaútgáfan hljómar og þá getið þið kosið ykkar uppáhaldsútgáfu hér á Vísi. SS-pilsur, gott að smakka SS-pilsur, gott að smakka, ó já. SS-pilsur, gott að smakka SS-pilsur, gott að smakka, ó já. SS-pilsur, gott að smakka SS-pilsur, gott að smakka, ó já. SS-pilsur,